Vinnuhópur á vegum Akureyrarbæjar íbúalýðræði og gagnsæja stjórnsýslu hefur nú skilað skýrslu og tillögum. Meðal annars lagt til að strax á þessu ári verði rætt að taka upp persónukjör í næstu bæjarstjórnarkosningum. Sömuleiðis að fjölga bæjarfulltrúum úr 11 í 5. Starfshópinn skipuðu þau Andrea Hjálmsdóttir, Albertína Friðbjörg Elíasdóttir og Guðmundur Heiðar Frímannsson. Bæjarstjórn ræddi tillögurnar í vikunni og tekur væntanlega ákvörðun næstu skref á næstunni. Það eru þarna róttækatillögur eins og með meira samráð varðandi fjárhagsáætlunarferli sem hugmynd sem hefur verið notuð víða og að breiðast mjög hratt út og hefur reynst vel, en það eru til dæmis mjög ólík vinnubrögð þeim sem eru stunduð í dag. Þið leggið til að það verði rætt að þið fjölga bæjarfulltrúum úr 11 í 15. Já. Sko, það gerum við í rauninni svona aðeins í takti við umræðuna. Það gríðarlegt álag sem fylgir því að vera bæjarfulltrúi eins og þetta sett upp í dag. Þannig að sko í staðinn fyrir að leggja til að bæjarfulltrúastarfi á Akureyri verði gert að 100% starfi, þá leggjum við til fjölgun bæjarfulltrúa sem hefur þá svona það markmið bæði að auka breidd bæjarfulltrúahópsins, þeir verða þá fleiri og þá endurspegla kannski samfélagið með meiri hætti, og svo líka það að styrkja tengingu við nefndir, þannig að það séu bæjarfulltrúar í öllum nefndum bæjarins sem gefur þá umræðin inn í bæjarstjórn líka auki vægi. Það hefur verið þannig að það ekki endilega, var þannig sérstaklega kannski á síðasta kjörtímabili að það voru ekki endilega bæjarfulltrúar í öllum nefndum, og þetta þá líka hugsað til þess að það megi deila verkefnum með enn frekari hætti heldur en gert í dag, og þeir sem sinni þá öðrum störfum geti gert það líka. Þið talið líka að taka upp persónukjör. Já. Við leggjum í rauninni til að Akureyri verði svona tilraunasveitarfélag. Við teljum það að stærðin á sveitarfélaginu sé tilvalin til þess að prófa þetta. Það hefur verið svona, krafa frá almenningi að sko kjósendur geti kosið frekar persónur heldur en lista, og það kannski svona hluti af þessari umræðu sem hefur verið minnkandi traust á stjórnmálin og sérstaklega svona flokkakerfið eins og við höfum stundað það. Þannig að við leggjum það til að það verði tekið upp. Þá kannski við leggjum til svona, það ekki mjög róttæk hugmynd sem við leggjum fram hér, enda 2 leiðir, en svona það að þú geti kosið lista og svo einstakling, en svo náttúrulega hægt að fara ennþá lengra með þetta að þú kjósir hreinlega bara 11 einstaklinga. En þetta hefur kost og galla. Það ákveðnir svona gallar sem við vörum við í þessari skýrslu varðandi til dæmis kynjahlutföll og annað slíkt, og svona eftir svona niðurstöður prófkjara síðustu vikna þá kannski svona sýnir það okkur það að það alveg eitthvað sem við þurfum ennþá að hafa áhyggjur af. En aftur á móti leggjum við þá til leiðir þannig að sko flokkarnir eða listarnir geti lagt fram einhver skilyrði þegar talið verður upp úr kjörkossunum. Þið talið líka nauðsyn þess að stofna íbúaráð sem þá væntanlega til þess að auka aðkomu hins almenna borgara. Já, við vorum svona beðin það í erindisbréfinu að endurskoða aðeins hverfisnefndirnar og pælingunni í kringu það, og það má að mörguleyti segja hugmyndin mjög góð varðandi hverfisnefndirnar, en við veltum því upp hérna í þessari skýrslu hvort Akureyri sé hreinlega of lítil til þess að hafa svona margar hverfisnefndir. Og þær hafa verið mjög misvirkar og sumar höfðu hreinlega verið formlega lagðar niður fyrir nokkrum árum síðan en svo endurvaktar. Þannig að við leggjum til að hér verði stofnað íbúaráð, það sem að hluta til verði valið með slembiúrtaki úr þjóðskrá. Þannig að við reynum svona að virkja fólk sem ekki endilega kemur úr svona þessari hefðbundnu flokkapólitík, og það verði þá haft að leiðarljósi að ráðið endurspegli hverfi bæjarins, og að komið verði á svona samráðsvettvangi við hagsmunasamtök, skólana, íþróttafélögin, menningarfélög og annað slíkt. Þannig að við erum svona að leggja fram tillögu sem gæti leyst hverfisáðuna á hólmi, en svo náttúrulega annað í þess að við erum samt ekki að mynda aðra bæjarstjórn. Þannig að þetta þarf að vera svona, hlutverki þarf að vera skilgreint. En við erum ekki að leggja til ráð sem að tekur við eða tekur yfir starf kjörinna fulltrúa.
Í aðdraganda sveitarstjórnarkosninga þá mikið talað nauðsyn þess að efla rafræn samskipti og upplýsingagjöf og svo framvegis, en svo kannski bent á að það gerist lítið eftir kosningar. Þið fjallið þetta sérstaklega upplýsingastefnu bæjarins. Já, við leggjum til að sem sagt bærinn, Akureyrarbær bara komi sér upp upplýsingastefnu sem svolítið þá í anda þess sem að Reykjavíkurborg gerði fyrir ári síðan og svona formfesti þessi rafrænu samskipti, rafrænar kosningar sem búið að gera nokkra skýrslur nú þegar og bara hvernig upplýsingagjöf til almennra íbúa á að vera háttað. Og við leggjum jafnframt til líka að bærinn taki upp notkun á samfélagsmiðlum með miklu skýrara hættu heldur en hefur verið gert áður. Við sjáum það flest sem notum Facebook og Twitter og Instagram að það svona þar sem að svona dýnamísku samskiptin eiga stað og ég held að það myndi að mörguleyti svona hjálpa okkur í því að bara hjálpa bænum í að miðla upplýsingum og okkur almennu borgarunum þá kannski að skilja eins og forgangsröðun í snjómokstri og annað slíkt. Ef þú setur þetta nú upp á tímalínu, hvað svona mest aðkallandi að ykkar viti? Já, við vorum beðin það af bæjarstjórn að forgangsraða þessum verkefnum. Við lögðum sem sagt til að ef að Akureyrarbær vill taka upp persónukjör í næstu sveitarstjórnarkosningum þá þarf eiginlega ákvörðun það að liggja fyrir mjög fljótlega. Það þarf náttúrulega að sækja öll tilskilin leyfi og það allt saman Þannig að við lögðum svona fyrsta lagi að það yrði tekið, svo það upplýsingastefnan sem ég held að sé mjög mikilvægt að formgera og þá verður það líka til þess að starfsmenn og kjörnir fulltrúar fara líka bara eftir því sem nú þegar búið að samþykkja. Það hefur svona verið allur gangur á því. Svo leggjum við til að íbúaráðið verði stofnað, eða því verði breytt, en svo ég taki það fram að við leggjum til að hverfisnefnd Hríseyjar og Grímseyjar verði með óbreyttu sniði. Enda lúta þau hverfi bæjarins kannski aðeins öðrum lögmálum heldur en hér. Fjölgun bæjarfulltrúa, ég held að sé mjög mikilvægt að bæjarstjórn ræði það einmitt eins og með persónukjöri þannig að það verði ekki rétt fyrir kosningar sem það fer í umræðu. Það verði tekin ákvörðun það fljótlega. Og svo það svona seinni tíma stef næsta ári eða 2018 að vinna þá íbúafundi í aðdraganda fjárhagsáætlunargerðar og svo þá þetta þátttöku fjárhagsáætlunarferli sem að við leggjum til líka að það verði verkefnin, þau verkefni þurfa líka tíma, það þarf að undirbúa embættismenn, starfsmenn bæjarins og kjörna fulltrúa til þess að miðla upplýsingum með nýjum hætti til íbúa. En það þannig að þetta var svona tímalínan sem við lögðum upp á þessu. En þetta allt mjög mikilvæg og merkileg verkefni þetta.